Þá komið að síðasta lið á dagskrá, að skýrsla bæjarstjóra, til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Nú málanna síðustu vikurnar fyrir utan að sjálfsögðu fjárhagsáætlunarvinnu hefur verið fyrirhuguð yfirfærsla á rekstri öldrunarheimilina frá Akureyrarbæ til ríkisins. Þegar samningu var sagt upp síðasta vor var lagt upp með að þetta gengi greiðlega fyrir sig og myndi klárast fyrir áramót. Því miður hefur raunin orðið önnur. Það er alveg ljóst að Akureyrarbær ætlar ekki að reka hjúkrunarheimili enda það lögbundið hlutverk ríkisins. Hins vegar höfum við nú að ósk heilbrigðisráðherra og sjúkratrygginga fallist á að annast rekstur öldrunarheimila Akureyrarbæjar út apríl 2020 en með breyttum áherslum sem munu lækka kostnað og bæta þjónustu við eldri borgara og ef við sérstaklega lítum til framtíðar. Þetta mun verða sveitarfélaginu að kostnaðarlausu. Þannig mun Sjúkratryggingum Íslands gefast ráðrúm til að hnýta lausa enda sín megin frá og vonandi ljúka þessu máli loks með farsælum hætti. Og það er engin ástæða til þess að trúa öðru. Ófáfundi vegna þessa hef ég setið síðustu 2 vikurnar og fundir vegna COVID-19 hafa líka verið fyrirferðarmiklir en hægst hefur á þeim hér eftir að Norðausturland var lýst smitlaust í lok síðustu viku. Þriðjudaginn 8. desember var fundað miðlæga stjórnsýslu og fyrirhugaða viðbyggingu við Ráðhúsið en undirbúningur að byggingu hennar er hafinn. Áætlað að hægt verði að spara 200 milljónir á ári með þeirri hagræðingu sem hlýst af því að hafa alla stjórnsýslu Akureyrarbæjar á einum stað. Sama dag, þriðjudaginn 8. var ég fundarstjóri á opnum kynningarfundi á netinu fjárhagsáætlunina Akureyrarbæjar. Óhætt að segja að sá fundur hafi tekist með miklum ágætum og ég geri það hér með að tillögu minni að við höldum mun fleiri slíka kynningarfundi mikilvæga málefni með þessum hætti á netinu. Jafnvel þótt að COVID-19 verði horfið veg allrar veraldar sem vonandi verður sem fyrst. Fjarfundur á netinu hafa einfaldlega sannað gildi sitt. Og föstudaginn 12. desember átti ég síðan fund með fjármálaráðherra þar sem rædd voru framlög ríkisins til menningarmála á Akureyri en nýr menningarsamningur í farvatninu og að sjálfsögðu bar þar yfirfærsluna á rekstri öldrunarheimilina til ríkisins einnig á góma. Að lokum vil ég þakka bæjarstjórn Akureyrar frábært samstarf á árinu sem að líða og ég vona að þið hafið það notalegt á aðventunni og yfir jólin. Og ég óska öllum íbúum Akureyrarbæjar gleðilegra jóla. Þá hefur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og þar sem þetta er síðasti fundur bæjarstjórnar á árinu. Vil ég nota tækifærið og óska bæjarfulltrúum, starfsmönnum bæjarins, fjölskyldum þeirra og Akureyringum öllum, nær og fjær, gleðilegra jólar og farsældar á nýju ári og megi árið 2021 verða okkur öllum gjöfult. Og þá tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Þetta held ég fyrsta skipti sem ég nægi að vera aldursforseti í þessum ágæta hópi hér í bæjarstjórn. Sakna Gunnars sem hefur síðan með þetta síðustu árin en ég vil nota þetta tækifæri og óska forseta og hennar fjölskyldu gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári fyrir hönd okkar bæjarfulltrúa. Takk fyrir. Takk fyrir það og eftirtaldar fundagerðir eru lagðar fram til kynningar, afgreiðslufundur byggingarfulltrúa 3. og 10. desember, bæjarráð 3. og 10. desember, frístundaráð 2. desember, fræðsluráð 7. desember, skipulagsráð 9. desember, stjórn Akureyrarstofu 3. desember, umhverfis- og mannvirkjaráð 27. nóvember, velferðaráð 2. desember og hægt að nálgast allar þessar fundagerðir á heimasíðu bæjarins og ég segi þá fundi slitið klukkan 17:37. Takk fyrir góðan fund.